Kæru samherjar, ég stoltur í dag. Maður finnur fyrir því að hér magnað andrúmsloft, eftirvænting og óþreyja. Við höfum núna hlýtt á raddir úr þessum margradda kór hér að baki mér. Þessi veggur úr fólki og hann táknrænn fyrir styrk okkar sem þeirrar skoðunar að Ísland eigi heima innan Evrópusambandsins. Í dag mörkum við upphaf jákvæðrar og málefnalegrar umræðu aðild Íslands að Evrópusambandinu og kynnum margvísleg rök og ástæður fyrir aðildinni. Til að marka þessi tímamót fylgjum við okkur öll undir nýtt merki, Já Ísland. Já Ísland vegna þess að við segjum já við betri og bjartari framtíð íslenskrar þjóðar. Við opnum líka nýjan vef, jaísland.is, þar sem við miðlum upplýsingum og færum fram rök okkar. Þá munum við birta greinar og auglýsingar á næstu vikum og mánuðum. Og fleira verður gert til þess að ýta undir umræður. Upplýst umræða löngu tímabær, samningaviðræður eru hafnar og það margt sem við getum rætt þegar á þessu stigi aðildina og þýðingu hennar. Flest sem aðild hefur í för með sér liggur þegar fyrir, en samt höfum við lítt eða ekki rætt þau atriði og alls ekki Evrópusambandi sjálft, verkefni þess og þýðingu í alþjóðamálum. Auðvitað liggur ekki ljóst fyrir í öllum atriðum hvað felst í væntanlegum aðildarsamningi. Niðurstaðan í sjávarútvegsmálum skiptir miklu mat mjög margra og það vita báðir samningsaðilar mæta vel. Aðild að Evrópusambandinu snýst nú samt alls ekki bara fisk þó að stundum mætti ætla það. Það líka ljóst að við sem hér stöndum erum ekki sammála öll rök í þessari flokknu umræðu aðild að Evrópusambandinu. Það sem einum þykir mikilvægt, þykir öðrum léttvægara. Aðalatriðið að við erum sammála markmiðið og höfum ákveðið að vinna saman að því. Við skulum öll gera okkur grein fyrir því að það þjóðin sjálf sem á endanum mun ákveða með atkvæðum sínum hver örlög Íslands verða í þessum efnum. Það verður þjóðarviljinn sem ræður og við í þessum sal erum bara lítið brot af honum. Þess vegna náum við ekki árangri nema að vinna vel saman og leggjast öll á eitt vandaða umræðu og miðlun upplýsinga. Við verðum öll að leggja okkar að mörkum til þess að íslensk þjóð fái notið þeirra sjálfsögðu mannréttinda að taka upplýsta ákvörðun gríðarstórt hagsmunamál, upplýsta ákvörðun framtíðarheill, upplýsta ákvörðun sem byggist á hlutlægni en ekki hleypidómum. Við þurfum að skrifa, við verðum að tala, við verðum að sækja fundi, við verðum að leggja fé til baráttunnar og við verðum að vinna í þágu hennar í stóru og smáu. Við verðum að vera óhrædd við að stíga fram og vera hreykin á skoðunum okkar. Við erum ekki í vörn, við erum í sókn. Við verðum að hrífa fólk með okkur, að öðrum kosti náum við ekki settu marki. Þess vegna hvet ég ykkur öll til að vera virk og virkja sem flesta og hvetja þá til þess að skrá sig í stuðningsmannaliðið. Framundan stórt verkefni en skemmtilegt og gefandi. Því fleiri sem leggja hönd á plóg, því léttara. Við skulum vera jákvæð og glaðbeitt í okkar störfum. Við erum að skapa okkur bjartari framtíð, því skulum við aldrei gleyma. Ég vil ekki láta hjá líða að þakka öllum þeim sem hafa lagt á sig ómælda vinnu undanfarnar vikur og mánuði til þess að gera okkur mögulegt að leggja í þessa vegferð sem við hefjum í dag. Kæru félagar, ég svo lánsamur að eiga 3 dætur og 3 tengdasyni sem öll á milli 20 og 30, ýmist í námi eða hafa rétt hafið brauðstritið. Mér umhugað tækifæri þeirra og velferð í framtíðinni. Mér ekki síður í mun að lítil 2 mánaða afastelpa sem heitir Úlfhildur njóti allra þeirra bestu tækifæra sem framtíðin getur borið í skauti sér. Ég vil ekki að Úlfhildur horfi í augun á mér þegar hún verður 20 og spyrji: Afi, gátu þið ekki gert betur? Þess vegna segi ég já Ísland, og ég bið alla viðstadda að segja með mér 3-falt já til að árétta þá einlegu von sem við ölum öll í brjósti bjarta framtíð Íslands sem öflugrar og framsækinnar þjóðar meðal þjóða. Já, já, já!